Áhættusæknu smokkfiskar og aðrir hlustendur uppsjávar kvikindi eitthvað. Þetta hlaðvarpið Tveir á toppnum og við sem erum alltaf Tveir á toppnum, það eru ég, Tóti og Oddur Ævar. Við erum einhvers konar svona blaðamenn. Oddur blaðamaður aktífur á Vísi og ég óvirkur blaðamaður. Að reyna að keyra niður 25 ára pík. Og já, hvað sagði ég? Sagði þetta verið þáttur 84 og af því að ég ávarpaði eitthvað sem smokkfiska þá var það náttúrulega svísbending fyrir glögga hlustendur að við ætlum að tala aðeins Squid Game 2. Þetta tók mér smástund að fatta þetta. Já. Ég hugsaði bara, hvað meina? Og svo var náttúrulega spurning, á ég að bladra í svona kortir áruna við tilkynum að hér sé gestur? Það ekkert betur en að sjá gestur algjörlega þjást á meðan við tölum saman. Já, meðan ég bý til eitthvað svona samfellu. Herru, það minnum að ég lendi í þessu Reykjavík síðdegis daginn. Þá var ég fengið sem svona álitsgæði. Já, bíómyndir. Svo voru Kristófer Helgason og Jóhanna. Já. Þau bara töluðum mjög mikið bíóferðir hvað annars og hann sati alveg svo gestur nokkað núna. Já, ok, heyrðu, þetta eitthvað svona poetic justice nema ég hef átt að lendi í þessu en ekki þú. Heyrðu, en það breytir því ekki að við erum með gest og hann sóttur á fréttastofu Stöðvar 2 Vísis og Bylgjunnar. Já, sérlegur sérfræðingur í málefni Suður-Kóreu. Já, og við samt ekki bara dúndraði út bara að þetta Vésteinn Örn Pétursson. Samstarfsmaðurinn á fréttastofu Bylgjunnar Vísis og Stöðvar 2. Vésteinn, verður velkomin? Já, þakka ekki alveg fyrir. Gott bæði að fá svona langt intro áður maður getur inn og svo logið upp á mann leiðinni. Ég ekki sérlegur sérfræðingur í málefnum Suður-Kóreu, bara svo að það sé tekið fram. Já, blessa verður maður. Þetta ekkert með það sem að Jón Þór Grey mátti þóla kvikmyndafræðingurinn sem var allir stjórnmálafræðingur. Það var ekkert eðlilega gott. Ég veit ekki af hverju, ég líka sjúkur. Ég elska að ljúga. Já, ok, þú veist, skröka. Starfsvettvangi fyrir það. Já, akkurat. Mainstream media globalista legari. Ég ætti kannski ekki að grínast með þetta. Það eru einhverju hlustendur sem taka þessu. Já, þetta alveg. Komið á einhverjar fréttin.is en þú til. Hæ, Reynir, trösta, blessaður. Það var nú alveg hægt að Já, það nú bara þröngur gluggi sko ef hann ætlar að ná að grípa þetta. En hann hefur verið áður. Þú varst í þætti 77. Þetta mann ég segi þetta ábyrgð því að ég get ekki opnað Google Docsið mitt sko. Nei. En það var Gladiator 2 þátturinn sem var í november og var nummer 77 og sló í gegn. Já, og ef ég gæti sko lagt saman og dreigið frá í hugarum þá gæti ég sagt hversu margir þættir eru síðan að þú varst þetta síðast Allavega 2. Já, allavega 2, jafnvel 7. Já, er það rétt? Er það ljúga? Nei, ég held 7. Já, ok. Heyrðu, já, en þetta sem sagt, já, við ætlum að bara grípa Squid Game 2 vertið 2 ekki veitir af að það munið þegar fyrsta serían kom þá var fréttablaðið þá við líðið til dæmis var þetta ekki 2021? Jú. Hvað var þetta í miðju COVID eða eitthvað? Það var eitthvað hlutis. Og það bara fór allt á hliðina. Það voru allir að horfa á þetta, allir að tala um þetta og öskudagsbúningarnir og Halloween næstu 2 ár voru Squid Game bleiku á fjöldin. Þetta voru uppáhaldsfréttina mína, muni eftir þessu fyrsta öskudaginn eftir þetta, það voru svona áhyggjufullir foreldrar að ræða hvort þeir ætti að leyfa börnum sínum að vera í þessum búningum. Það væri svona ívið ofbeldisfullt kannski. Og við á lífinu og við sem vöktuðum þetta mjög vandlega vorum alltaf að ringja í partibúðina og taka stöðuna. Hvað var mikið eftir af Squid Game búningum. Mást þetta þessu? Já, ég man eftir þessu og þeir rockseldust. Við ætlum eiginlega að deila þessu á tófólki sem gömlu fréttum. Já, verst að þá þurfum við finna þær á tímarit.is vegna þess að allt sem við skriðum á vefinn heitin fréttablaði.is það horfið eins og áramótaþátturinn okkar. Einmitt. Samt við ekki farnir á hausinn. Já, hvenær kemur hann leið og ég finna hann. Ég notaði öll forritin og allt og var að reyna að grafa upp eitthvað gamalt og minniskostnað. Heyrðu, já, samt líka bara svona kurjósa. Mér minnir að það hafi verið Arnar Tómas Valgeirsson sem kom skokkandi yfir ganginn á milli borðan okkar á fréttablaðinu og sagði mér ég yrði að horfa á þetta Squid Game. Ég man eftir þessu, það var hann sko. Hann sendi mér þetta líka á Messenger og bara ertu búin að sjá hana nýja þátt á Netflix Suður-Kóreu Squid Game og ég hugsaði bara
nei, og vá, hvað ég nenni því ekki hann byrtist að kemur hann með eitthvað offbeat crap sem hann sem sagt, Arnar Tómas sem sagt fyrsti maðurinn alltaf til að sjá allt hann fyrsti maður til að sjá Boys við kynum alltaf hann maðurinn sem uppgötaði þetta Boys og maðurinn sem uppgötaði Squid Game og svo náttúrulega Arcane, heitir ekki Arcane? Jú, Arcane, jú hann svona öfugt mig ég lísti því síðast að þetta ég neit alltaf að horfa á allt nýtt en ég finna að ég farin að missa trúveruleikann aðeins að ég kom að ræða nýja kvikmynd síðast og það voru glænýir þættir sem ég búinn að horfa á þannig að ég þarf að endurskoða eitthvað svona hvernig ég horfa á sjálfa mig og auglýsi mig í þessu tilliti ef áfram heldur sem horfur ég minnur þessar orðað þinna í þætti 77 þá var ég svolítið hissa þegar Oddur tilkynnti bara að Vésteinn vildi endilega koma og tala Squid Game 2 Þú rauninni pantaði þetta Ég get alveg viðkynnt það, ég dipsaði þetta sko. Kannski var það að því að ég ger þetta svo sjaldan að ég hugsaði nú sjensin, nú fæ ég nokkra mínútur í airtime sko. Þú ert með alla kenningarnar eftir þátturræðina Ég svona sumar, misgóðar, misaugljusar kannski Ég er ekkert kannski að kafa á neina bloggsíður þetta sko, en bara svona pæla á meðan maður horfir En ég samt líka kann ég bara bestu þakkir vegna þess að eins og maður bara fór alveg all-in í verti 1, þarna 2021 þá sko ég veit ekki hvort þessi tíminn þetta kemur núna bara í árslok 2024 27. desember og ég held að þetta verður kólnað svo mikið en þannig að ég ætlaði bara einhvern veginn að missa þessu að gleyma þessu en dreif mig að horfa vegna þess að við ætlum að hafa þátt og það kom mér bara ánægilega óvart hvað mér fannst spilast vel úr þessu sko með að við frá upphafið En áður en að við förum þá í kenningarnar þá kannski allir einhver hafi ekki séð Squid Game. Sko, þetta þriðja mest áhorfða sem sagt serían í sögu Netflix. Þar á undan einungis Netflix, Squid Game 1 og hvað hét Wednesday. Já, þessi sería 2. Já, sería 2. En frumþáttaröðin trónur á topp. Já, þannig að það örugglega ansi margir búin að horfa á þetta en bara hlustundum. Já, en það bara þetta snýst það að einhver illmenni andlitslaus eða baku grímur smala saman Stórskölduðu fólki sem að sér ekki bara út úr vandræðum sínum og smala saman okkur eyju og láta þau spila svona einfalda barnaleikin nema ef þú tapar þá ertu drepinn. Þarna hafa til dæmis keppt sko eigendur Fréttablaðsins og Hafskipa og Iceland Express og svona sko Já, vantanlega fylgst með þessu Já, það er keppt og við ætlum náttúrulega að ræða þetta á hispurslausan átt það með spillum, þannig að hlustundu vita það bara auður hafa ekki séð þetta En það þarna sem sagt, við fylgjum sérstaklega eftir einum spilara í fyrir seríunni sem að lifir þetta af, þetta er svolítið Battle Royale system á þessu það eru mörg hundruð ræflar sem að mæta til leiks og eftir stendur einn yfirleitt, leikurinn er riggaður þannig allavega og hann þá fekk alveg bara bönsa monni og fekk að fara af eyjunni Einmitt, og þið minnum hvernig fyrirserien endar þannig að hann alltaf komið rautt hár á leiðinni í flugvél og hún með ráðlagt að fara í þessu flugvél, hann í einhverju síma nema hvað, svo skilur hann síman eftir eða ekki Já, verður reiður og snýr við og hann snýr við og við veitum ekki alveg af hverju eða hvað hann að gera sko. Akkurat og þarna var maður svona frekar spenntur hvað er hann að gera sko? En svo bara líða árin og ég var eiginlega bara búin að gleyma þessu plottinu og öllu sko. Nema hann er ennþá aðalgæðin og í middeltíðin svo sem leikur hann búin að leika Jedi meistara í Já Lee Jung Jae ég bara afsakað fyrirfram allan frambörð á suðurkóresku nöfnum í þessum þetta en hann er basically orðinn bara frægur sko, þessi gæði núna og léka einmitt Jedi-rittara hvað hétur Acolyte og þótti vera svona besti leikarinn eiginlega í þeim þóttum En hann er þarna ennþá og er reiður út í þessi skuggaöfl þessa glóbalista sem að standa fyrir þessum leik og vill einhvern veginn ná sér niður á þeim eða haldi yfir þeim siðfræði fyrirlestur og þessi sería 2 byrja þannig að hann er komin aftur í ræðunar og er búin að leita í 2 eða 3 ár að þessum manni sem að sem að þvælist lestastöðvar í Suður-Kóreu og handpikkar fólk í vondumálum eins og hann var handpikkaður á sínum tíma sínum lægsta punkti þarna
nema hvað leitin ber eiginlega bara engan árangur svona allavega í byrjun. Nei, þeir kunna nú alveg að fara huldu höfði þessir gæjar, en sem sagt, ég dreif mig að horfa á þetta og það má greinilega passa á Netflix sko, svo ég bara ítti eitthvað á Squid Game hana á fjastýringunni og byrja að horfa örugglega svona alveg 10 mínútur eitthvað og svo fyrir eitthvað bölsótast þarna Dóra var nú ekki að horfa á þetta með mér og var þarna kringu þessu. Af hverju eins og ég hef séð allt áður? Hvað, ætlaðir á ekki að gerast neitt nýtt í þessu framhaldi? Hvað, djöfull er þetta? Og Dóra var ertu vissum og sért að horfa á season 2? Nei, þá fór ég beint í fyrstu seríu og fylgdist einmitt með þessum okkar manni vera þarna að reyna svíkja pening út úr kreditkorti mömmu sinnar. Þessi fyrirseríu var nefnilega svo fáránlega góð sko. Já. Hún var svo ótrúlega góð sko. Svo áhugaður persóna og alla persónunar í þeirri seríu. Já, það fólk sem var að berjast þarna upp á líf og dauða í fyrirseríunni, það var svona fókus sem var á mjög áhugaverðum einstaklingum og persónum. Einmitt. Já, og þú fegst líka flashbackin sko, það var alltaf 1 karakter í hverju seríu sem já, svona ástæðina fyrir því að hann var í skítnum. Já, akkurat, sem hann alltaf ekki í þessari annari seríu, meira í núinu þannig. En það sem að ég hafði svo mestar áhyggjur af sko, að því að þetta var svo eitthvað nýtt og eitthvað ofbeldi þótti svo eitthvað skemmtilega framsett og allt það, að mér bara hent aftur mitt beint á eiguna sem hefði náttúrulega getað gerst ef ég haldi áfram að horfa á fyrstu seríu aftur sko, sem seríu 2. Það er eiginlega alveg víst að það hefði gerst ef það hefði haldið því áfram. Og hann var ég strax, ég var búin að ákvæða, ég nenni því ekki, ég nenni ekki meira Squid Game, þetta var alveg cool fyrir 4 árum, en ég er ekki vissum að ég sé stuði fyrir meira. Vá, fyndið, þetta er á skjön við flesta sko, svona, ég er búin að lesa svona umræður á netinu og eitthvað svona gagnrýnendur sem að gagnrýna þessa seríu fyrir að hafa verið aðeins og hæga, sérstaklega í byrjun og hún hafi verið ekki komist á flug fyrr en að leikarnir komu aftur. Okay. Ég er ósammála þessu sko. Ég var gaman að sjá þeir eru voru að eldast við The Recruiter eða hvað maður kallaði á lestastöðinni og það var eitthvað svona ég hafði mitt ágjörð þessu líka bara er þetta bara fyrsti þáttur, nú byrjum við 1, 2, 3, 4, 5 dimmar lim ég var svona, ég er búin að sjá það allt mér varst fínt að fá svona twist í þetta sko. Og það er líka, því að það er líka samt, heldur náttúrulega þræðir það úr fyrirserinu og það verður bara svona svolítið svona leynilöggu þáttur sko, það verður svona, menn eru þarna með svona stakeout og hann náttúrulega verður þarna fjármunum sem hann fekk frá þessu hískillis að reyna að finna á sko. Einmitt. En auðvitað atvikast hlutinni þannig að hann tarf eiginlega að take one for the team eða the world og fara aftur á eiguna. Mér er bara svona rétt talandi þessa sinnu sko, þar sem þeir eru 2 hérna félagar og eru á lestastöðinni sko, og eru bara að ræða bara, við erum búin að vera að leita hérna í 3 ára eitthvað. Við erum aldrei að fara að finna hana gæði. Ég elska svo mikið hvernig þessi gæði sem að ég veit ekki eins og hvað hann heitir, maðurinn á bakvið þess að hætti, bara hvernig hann byggir upp alla senur og bara hvernig hann byggir þess að þætti upp, þetta er allt svo spennandi sko. Stjaflega þannig, og eins og ég segi þættinni voru ekki byrjaði, leikarnir ekki byrjaðir og maður er alveg bara svona, ok, þeir eru að tala um þetta núna, þeir eru svo mikið að fara að finna hann og maður svona sé gulröðnina, svo bara bam, gæin í jakkafötunum hinum megin við lestarteinuna sko. Þeir hafa átt að vera þarna svona fulltrúar áhorfenda sko, ég er búin að sitja þetta í 3 ár og bíða eftir að gerist eitthvað í Squid Game og hvað á ekkert að gerast og svo, gerist eitthvað. En talandi með að þú segist ekki muna að vita hvað maður heitir sem stendur á baku þetta þó þú vissir hvað hann heitir og getur hvort er ekki borðið það fram. Nei, það er nefnilega svolítið hann. Þetta eru okkar vandi hérna í þessu þætti. Já, og við vorum eitthvað að tala um að svo við verðum ekki kansleraðir að setja alla hugsanlega varnar fyrirvara ef við berum eitthvað rangt fram eða klúrum í eitthvað þá er það ekki af illum hug. Það er oddurævarættvísir.is allar kvartanir bæst þangað. Allar þangað. Nei, þetta er bara ég nefnilega er sammála sko, ég var mjög hrifinn, ég pælti ekkert í þessu mér var þetta skemmtilegt plott í byrjun og líka bara leið og svo það fer af stað og þeir finna hann þá er þetta heldur þetta áfram að vera spennandi það kemur ljós þarna þegar þessi 2 félagar ætla að reyna að ná honum að hann er bara, vonda manninum á ég við, að hann er bara ekkert eðlilega harður í horna að taka. Hann er öflugur náttúrulega greinilega siðblindingi í jakkafötum og svo bara helviti góður í fighting líka sko. Það er líka rosalega fyndið gaman að fylgjast með þeim sko eldan og hann segir hann Gihun aðal kallinn bara ekki tala við hann eða gera neitt fyrir hann að ég kem sko og þeir eru að eldan og fylgjast með honum sko bjóða einhver útigangsfólki sko brauð eða lottómiða tóku öll lottómiðan og töpuðu sko en þetta hafði ekkert með þess að leika að gera þetta var bara eitthvað sem hann var að gera hann
hann var ekki að rekrútera einn eða neitt þarna, þetta var bara Já, bara, menn hann bara leika sér. Það var bara sunnudagsbíltúrinn. Eða þú veist, það maður fekk enga tengingu við leikana sjálfa. Ekki svona andlegt test, sko. Já, ef ykkur hefur þegið dónöttinu eða brauði strax, þá, já, ok, þú... Þetta átti að vera eitthvað lærdómur og svo eyðilagan allt brauðið þarna fyrir fram að þið, sko. En þú veist, maður fær allan ekki, sko, sem áhrándi eitthvað, já, þetta tengist hans starfi sem einhver rekrúter, sko. Hann hefur bara verið þarna upp á sitt einstæmi að skrattast í þessu, sko. Að vera svona, já, svona áhættu sjúkur gambler, sko, því að svo bara verður hann að púla rússneska rúllettu bara í... Hann með þessa líkur á heilanum, sko. Já. Bara hér ein kúla á okkur 3, tók þátt í þessu með þeim, eða ekki? Nei, hann spilaði svo við okkar mann. Alveg rétt, þeir fóru í Skærblá steinn. Já, og bara, þú veist, spillir og allt það, sko, stóðu við stóra orðin þegar hann tapaði. Já. Einmitt, sko. Þegar þeir tvei fara þarna, þetta er rosalega senu. Þú veist, þetta er alveg svona senu sem maður heldum hann allan tíman og maður var bara, og eins og þegar yfirmaðurinn, þegar tvei félagarnir í þessu og yfirmaðurinn fórna sér þarna, dregur höndina ekki í burtu þegar hann er búin að vinna í rauninni Skærblá steinn +1 og mér þóttu svo vænt þennan karakter sem að lifi það af og fer svo með okkar manni Ji-hoon. Já, hann er svolítið skemmtilegur svo svolítið komikríl í fyrir hún líka. Já, þess vegna einmitt, akkurat, fílaði hann. Hann er svolítið eins og hérna Javier Bardem í Dune svona ákafur og spenntur og mátulega undir meðalgreind viljur vitleysingur allir að vilja gerðu til að hjálpa en sína takmarka gagn í honum og svo flækist hann að lögreglumæðurinn í þetta með þeim sem var bróðir hérna the frontmaðurinn á eiginu sem er með svörtu grímuna og við komumst að því að hann lifði af þegar hann fellur hann af klettunum þegar bróður hann skýtur hann í öxluna og honum var bjargað af sjómanni hann sem að verði svo stór hluti af þessum þáttum þannig að það er svona 2 pólar eða 2 gaurar hann úr fyrir sérinu, það er löggan sem var undercover á eiginu og svo okkar maður hvað sem hann heitir, Qui-Gon Jinn eða eitthvað Ji-hoon og þeir eru sem báðir að leita eiginu en á náttúrulega mjög ólíkum fórstum löggan vil eitthvað ræða þetta betur við bróðið sinn sko og hinn alltaf með allar að taka Gunnar Smár á þá helvítis kapitalistar, hvað er að stöðva leikana eitt skipti fyrir öll þeir tóku þeir með harða málalega með sér mér alltaf svo nett sko, þeir voru með byssuna allir sko, tilbúnir í þetta orðin hálfgerður einhver Batman hérna í byrjun sko, þegar hann býr hérna á tóma hótelinu og 7000 vélbyssur og 44 milljarðar króna í baðinu hjá sér en á rúmi eða hvað það var sko veist, og bara með einhverjar æfingabúðir hérna fyrir sáðu ekki fyrir ykkur, hann hefði bara keypt þetta hótelirunni og bara með svona bara op-center bara hana svo peningunum raðað svona alveg í útrúlega slett nema svo vantar svona smá brot þannig að maður er svona, ok, já, hann er aðeins farin að ganga á þetta er ekkert mikið samt, hann á ennþá nóg sko og hann vildi ekki nota þessa peningar svona fyrir sjálf sig þetta er bara í leikana þetta er bara, hérna, man on a mission en sem sagt, þetta var bara the hottest thing 2021 og eins og þú segir, bara vinsalasta efni Netflix ever og svo kemur þetta núna og gríðarlega væntingar, sorry já, voru væntingar, já, en að því að mér finnst enginn vera að tala um þetta, mér finnst þetta ekki vera svona áberandi einhvern veginn í bussinu og fyrirtækinu voru, sko Einmitt, það er rétt, sko og hérna, þú postaði svo topp fólk bara strax á þetta kom út og þá var þetta nei, hvað, er ekki bara komið meira Squid Game og ég sagði, já, ok ég verð að tjekka því, glemdi ég bara leið, sko en hérna, þetta voru mæntalega að fara í fyrsta sæti á Netflix á Íslandi til þess að byrja með en ég held að þetta er að lóma núna í 4. eða 5. sæti sko, þannig að fólk er að horfa á þetta er relevant. Mín upplifun líka sko, ég mitt bara var að skrolla flixuna sko og svo bara býttu komin önnur séri af þessu, það hefði enginn sagt mér frá því þú veist, einhvern veginn, maður heyrir ofta eitthvað buss af einhverju alls konar drasli sem ég neita síðan að horfa á en þetta var meira svona, einhvern veginn það var enginn búinn að segja mér að ég yrði að horfa á þetta þannig ég gat réttlætt fyrir mér að horfa strax á þetta en svo hérna af því að, við erum að sögutráðin í seríunni, hún er svona eiginlega tvískipt eins og við höfum komið að, þú veist hún skipti sér að þeir eru að leita að þessari eyju í það, svo er hann bara tekin inn í leikana aðalmaðurinn og þið eru báðir, við erum sammála það þegar ég lesi þetta, ég er eiginlega bara á sömu línum þegar ég var ekki ósáttu við fyrir hlutan, en ímsið svona gagnrýndir eru svona, þessi sería augljóslega bara þú veist, snýst leikarnir eru aðalatriðið og svona, við getum ekki rekið að af henni, sko, þú veist, það er augljóst að bestu hlutinir í þessari seríu voru leikarnir. Já, en ef það, þú veist, en þá þeir alls bara geta fúla að tóta og bara byrja að horfa aftur á fyrstu seríuna, sko, ef þetta væri bara, þú veist, nýtt fólk eða byrjaði þetta 4 bara að drepast í sömu aðstæður, en allavega fyrir seríuna var heldur 9 þættir, þessi 7 aðeins styttri
Rotten einhvern veginn mjög svipar fyrsta Squid Game með 80 eitthvað aðeins meira 80% heldur en nýja serían Empire vinnur okkar gefa báðum seríum 4 stjörnur og í dómnum þessar sem við erum að tala núna seríu 2, það satt að þáttur 4 sé bara með besta sem sést hafi í sjónvarpi ever. Manstu nákvæmlega hvað gerist í þeim? Í annarri seríunni. Já, þannig að það sem að þau fara í kapphlaupið, það sem þau eru bundin saman og hlaupa hringinn. Einmitt. Það var rosalega skemmtilegt. Ég einmitt þarna sammála ykkur. Svo náttúrulega reyna hann að setja í sig þessa tönn svo þau getur fundið hann. Með trakkernum. Það gengur ekki, þeir finna þetta. Þeir sjá við öllu, þessir bastarðar, Já, eftir situr lögreglumæðurinn bara með skipstjórnum. Já, bara á byrjunareit, en þá sigla þetta milli ykkur eigi að leita. Akkurat, og kom ykkur í lífinu og þeir eru svona að leita og meðan okkar maður komin í leikan og hvað fannst ykkur svo ef við vindum okkur aðeins í seinni hlutan á seríunni þegar leikarnir byrja og svo framvegis þegar okkar maður mætir í Dema Lim og segir öllum að stansa og svo framvegis hvernig fannst ykkur þetta allt saman? Ég finnst þetta byrja mjög vel og mér finnst þetta mjög gott að þetta var ekki bara repeat þannig hann að orðin eitthvað svona bara leikstjóri eða leikjastjóri að hjálpa liðinu þarna skil ekki til okkur þessir svo heiðarlegir þessir gæjar eru svo reglufastir maður heldur bara hann bara skjóta strax bara óvart, bara þagnar þessi helvítis spoiler maður ímynda sér samt að þetta er gert fyrir einhverja viðskiptavinni sem að fá að horfa á þetta þeim finnst örugglega gaman að horfa á eitthvað klikkhaus sem er bara ekki gera þetta, verið kjur eitthvað svona hann alltaf reyna að stoppa leikana ólíðnast einhver og eitthvað gerist það er örugglega orðið svolítið mikil endurtekning að þú ert recurring customer að horfa á þetta 10 ári röð það er bara gaman að fá eitthvað svona spinn sem er einmitt það sem við erum að tala að við fáum hérna smá tvist Akkurat, og eins og bara ég hefði svona síður verið til í 9 þætti aftur að bara á þessu og eins og að því ég hafði áhyggjur að ég myndi leiðast á leikunum þá var þetta svona bara mjög skemmtilegt og vel gert og þetta var ekki bara einhvern veginn endurtekið efnir. Já, hvað fannst ykkur það að því að náttúrulega í þessum þætti þegar leikarnir byrja þá náttúrulega eitt risa svona plot twist að player nummer 1 það er bara aðal maðurinn the front man, eins og tala hann maðurinn með svörtugrímuna með svörtugrímuna sem er samt alveg örugglega bara einhvern veginn innbyggt í leikarna vegna þess að í fyrri þáttunum fyrstu sinni þá var það gamli kallinn sem var nú bara the main man uppáðsmaður að þessu öllu þannig að þeir eru alltaf með eitt svona infiltrator hann er aftur númer 1 ég veit ekki hvort að okkar maður hefði kannski átt að pikka eitthvað upp svona velta þessu fyrir sér alltaf en þetta sem allir segja bara hvernig getur hann verið svona vill player nummer 1 er alltaf eitthvað skrítið en við höfum alltaf séð fullt sem hann á ekki hafa séð en var hann ekki líka númer 456 líka í fyrir þáttunum ég er með sama númer og þá lítur svikarinn að vera með sama númer svo voru margirna á netinu sem voru algjörlega bara að shipa rómantískar tengingar milli þessara tvekja bara, ég veit að einhver myndi að horfa á mig eins og nummer 1 horfir á 456 ekkert eðlilega fyndið það er náttúrulega ekki hægt að setja neitt í sjónvarpið þess að einhver taki upp á því að gera eitthvað svona þannig að ég er svona, allt í lagi þá þannig að þetta var bara vel hefnað og Empire einmitt hrósar þess alveg ágætlega en talar þetta sem millikafla hvað á að koma meira þriðja serían, þetta er í rauninni þriðja serían kemur að búa tilkynna að hún kemur núna í júní eða júlí já, hvað komið mánuður, ég veist bara að kemja þessu já, það er búið að meira þess að komið dagur held ég allt saman ok, þannig að það er ekki 4 ára bið nei, og þetta er í rauninni bara sería 2 og sería 2,1 í rauninni, svona með við en ég var svolítið ánæður með að það væri ekki sömu þrautir ég er sammála því mjög sem annars hefði þetta orðið mjög þreytt, mjög fljótt fyrst Dema Lim og svo átti náttúrulega að koma hann að kökukeppnin og þessi martröð sem hann fekk Jesús almáttur þar sem hann þeir opnu og svo í staðan fyrir að fá þrýðning þá fekk hann bara skriljón þrýðninga en það er líka, það er það sem er gert svo vel þegar þeir eru að skrifa þetta að hann einhvern veginn vinnur sér inn traust allra og allir hugsa, hann hefur spilað þetta áður hann getur hjálpað okkur að vinna fullt af pening og við komumst öll hérna á lífi ef við hlustum á hann og hann segir, næsti leikur er hérna nú er það að sker út þessa köku eða þetta nammi eða hvað þetta er og svo bara, þeir eru að fara í svona kapplaup og allir bara, þú ert nú meiri lega skúmurinn við treystum þér ekkert lengur þannig að hann er strax einhvern veginn rúin trausti og getur ekkert hjálpað lengur og líka svo pæla ætli þeir séu með svona 3 eða 4 varianti í gangi og hafi bara 456 komin aftur þá getum við ekki verið með sama fyrir 2 árum eða 3 árum nú verður það breyta aðeins til það er náttúrulega að vera fokka í honum náttúrulega
algjörlega sko. Veist, við erum alltaf bara að draga úr honum hérna, GPS-tæki úr tönninu og bara, skemmtum okkur nú á kostnað hans. Býtu, þetta voru hérna, þetta kapp með litlu leikjunum. Já. Meðal annars hérna boltanum sem var að sparka. Djúð var reyndi númer 1 að svona tefja fyrir þeim hérna. Já. Til að gera þetta spennandi. Sko. Þú tekur líka eftir því sko að þeirra lið sko síðast. Það engin inni nema þeirra lið og svo eitt annað. Þannig að ef þau hefðu fyrir einhverja slissni tapað þá hefðu vendilega verið hægt að drepa alla þann inni nema frontmanninn og bara halda áfram. Einmitt. Af hverju haldið hann hafi verið að tefja? Var hann ekki augljóslega að reyna að tefja þetta þegar hann var síðastur og þau hefðu nægan tíma minni og hann var ekki, ég get þetta ekki. Já, kastar alltaf með hægri og svo þegar hann næri svo loksins þá kastar hann með vinstri. Einmitt. Þannig að ég held bara hann að leika sér að þeim, eða ekki? Bara alveg eins og í hérna... Gera þetta fyrir áhorfendur. Já, gera þetta fyrir áhorfendur. The customers. Já, ég man ekki, það var svolítið svona decadent og þetta ekki svona eins og okkur bara rómverskir sukkarar hérna í svona feitir með svona grímur. Já. Þeir komu ekkert. Mismunandi dýragrímur einhverjar. Þeir komu ekkert við sögu þessari seríu. Svolítið kynnsvatsfílingur í þeim þarna sumum, sko. Já, það er áhugaður kúnahópur. Það segðu það bara, þeir voru ógeðslegir. Já, hún er ógeðslegir. En þetta er bara helviti gott, sko, skemmtilegt. En hérna, hvað, kenningar? Eru ykkur að kenningar? Já, býtum við, þegar svo einmitt, þeir taka þessar þrautir Svo er það hringekjan, sko Ég er búin að gleyma, kemur hringekjan næst Svo fara þeir í hringekjuna, það sem að þú færð númer, hleypur inn í herbyggið og það þurfa að vera jafnmargir Ógeðslegt maður, þegar strákurinn var að skilja mömmu var hann bara ákvað að skilja mömmu sína eftir Það var rosalegt, það var átakalegt atriði hún bara og svo líka var ekki eitthvað ofviki einu herbyggi þá náttúrulega bara tekur stílun náttúrulega bara drefur bara Númer 1, náttúrulega gerði það og besti vinur hans Ji-hun sem við náttúrulega ekki tala hann er hann líka sem er úr fyrir seríunni Jung-bae Já, Jung-bae, einmitt, ég var einmitt að fara að segja Já, akkurat vinur, er það ekki svo sem var að fýblast með honum í byrjun atriðun þegar hann var að reyna að ná peningum úr korti mömmu sinna sem ég horfði á Jú, hann var alltaf að skulda honum pening og eitthvað svona sko. Og hann alltaf horfir á hann drepa, númer 1, drepa hann mann og er alltaf á leiðin að segja almannu, Ji-hun, eitt og svo gera það ekki það er mjög pirrandi sko. En samt einhvern veginn til þess að vaða hérna einu annað þá samt einhvern veginn 456, hann treystir aldrei nummer 1 sko. Við sjáum það hérna í síðustu þegar þið gera upplýsum maðurinn lítur að hafa ekki lært eitthvað að betur er reynslu En hvað, þú veist, einmitt að þegar, sorry, hérna, aftur, þeir gera upplýsuna og hann hérna ákveður að taka besta vin sinn með sér þegar hérna nummer 1 augljóslega vill koma með honum og verður augljóslega fúll þegar hann ákveður að taka hann ekki með hvað er það hefði gæst ef hann hefði farið með honum nummer 1, hann ekki besti vinnur hefði hann svikið hann þá á staðnum strax eða Það er ætli það sé ekki ómögulegt að segja sko. Vandi slíkt að spá Já, ég held að það sé bara eina svarið sem þú færð sko. En það bara íta sögunni áfram og þetta þjónaði náttúrulega þeim tilgangi að hérna, enda seríuna eins og hún endaði bara að hann drepur besta vinans hann í lokin þannig að þú veist ef hann hefði ekki gert það þá hefði þetta farið einhvern veginn öðruvísi Situr á sig grímuna þykist deyja hérna í talstöðinni bara my god, það getur myndi ekki drepur sér hinn að gæðina hræðileg, rosalegur endir Þetta er grímt Þetta er grímur heimur og leikarnir halda áfram þó að hérna popparnum sem var rapparinn sem var alltaf að tala ensku Thanos what's up man alltaf að vera að tala Suður-Kóru sko, og svo hendi ykkur sletti þetta er hérna, þið veitir það, þetta er stjarna í Suður-Kóru Já, svona fallin stjarna með alvöru sögu hérna keiriði fullur og tekið með fíknefni tekið með gras þetta þætti nú ekki tiltökum mál í Bandaríkunum sko, en hann var alveg fallen from grace síðan bara 2017 eða eitthvað bara hafði ekki sést lengi og ekki fengið neinn verkefni og eitthvað svona og svo er hann valinn í þetta hann reistur upp með að leika svona eitthvað tilbreyði við sjálfan hann er hann rappari sem að skítappar öllu sem hann á í einhverju bitcoin skemi sem að þetta skemurinn er líka mættur og einn reffi hérna í þættinu þegar einn persónu segja hann ég glemdi ekki textanum mínu hérna upp á sviði eða á YouTube eitthvað, ég man ekki alveg hvernig þetta var þá var það bara alveg reffi eitthvað sem hann hefur gert sko. þá hefur hann glemt að textanum eitthvað það var eitthvað andræðilegt Vitið þið hvað hann er gamall, Thanos þessi leikarinn, hann er 37 ára Ég held að þetta væri bara eitthvað svona ungur maður sko. Mjög unglegur ekki það að fólk sem er 37 er þetta mjög ungt sko, en hérna Svo langum við að ræða mannin sem að þeir eru alltaf að bulja hann og hans hópur Já, Bitcoin-svindlarinn
ekki bitcoin-svindlarinn, heldur eitthvað svona algjör aumingi sem þarna með þeim Já, og hvernig litli hérna sem að einmitt, og á sína vinkonu einmitt. sem hann getur svo bjarga þarna þegar það er verið að drepa hana minna hann er þarna uppi, getur kastað hérna einhver dóti niður klúra því svíkur hann náttúrulega í hringingunni þvílíkt karakter arkmaður Já, hann svona brotnaði undan pressunni hrikalegt Svo var nú líka fallegt að sjá í sambandi þennan Thanos að það var nú aðeins sullað upp úr Marvel-trójunu þegar eitthvað gæla að spyrja hvað fannst alla hérna Infinity steinana? Þá hækkaði Oddur í sjónvarpinu þá var ég bara djöðlega gott geggja vísin svo náttúrulega hinni hliðinni sem við ekki tala lögreglumæðurinn náttúrulega og félagar, þeir halda áfram að leita með skipstjórnum þeir eru á skipinu, fara að einhvern hlera sem springur eitt deyr kemur ljós að okkar maður skipstjórinn, hann er ekki allur það sem hann er síður nei, einmitt og hann er að stingur einn sem er eitthvað af því að hann er að fikta við eitthvað tæki fikta eitthvað, ég veistu, nú bara verði viðkjanna ég man ekki náttúrulega hvað hann var að gera hann var eitthvað eðilega fyrir en við fáum allavega að sjá að hann er vondikall og það kemur einn að hann og hann bara strefur hann hendur hann í sjóin svo bara, það hefur eitthvað dottið hérna nefnilega mann er gruna þetta af því að hann pikkar, það kemur ljós hann pikkar lögreglumann upp þegar hann dættur í sjóin sko. og svona af hverju ertu, hvað ertu að gera þarna þetta dóla er þarna en sko þá fær maður að hugsa er hann með þeim í liði sem að halda leikana eða er hann að gera eitthvað annað er hann með annað agenda þú ert með eitthvað kenningar ég er með kenningu að hann sé einn af aðalmönnum í þessum líffæra business þarna, sem við sjáum on the side hjá sumum varðana við erum nú alveg eftir að tala verðina líka það er alveg rétt það er ný sögulína í þessari seríu en þú sér þarna á bátnum að hann er með svona líklest einhverja svona, sem smellbassar fyrir eins og nokkur body sko akkurat hvort að hann veit ekki bara nákvæmlega hvað þessi eiga er og er búin að vera að leika sér að lögreglumannum og er það ekki einlega besta kenningin að hann sé mögulega þú veist í þessu side businessi að því að stjórnendur leikana þeir eru auðvitað ekki inn á neitt sko og þeir eru svona þessi verðir að gera þetta alltaf græða þeir þurfa að valla sko, stjórnendur þurfa að valla einhvern skipstjóra einhvers staðar utan eigunar eða hvað þetta að vera að gera fyrir þá sko. og þess vegna lendir þarna nú í þessari sér að fylgjum eftir þarna þessari konu sem er að leika sem er alltaf að leika í búningum í einhvern skemmtikari kanínan hann hún er bleik kanína í svona skemmtikari og hún lendir í klandri þegar hún fer ekki eftir einhvers konar fyrirmælum að skjóta þau fólki í svona hliðina og eyðilega ekki líffæra þeirra það er einhverju verðir sem eru í þessum líffæra bransa sem að náttúrulega taka fólk ekki að lífi særa það, helsæra það en þannig að það sé að ná notæfum líffærum áður en að þau drepast sko. og þá er þessi stelpa alltaf að skjóta allir í hausinn sko. Kútu gra, hún er svolítið hún sé mannúðar ástæðum að skjóta þá í hausinn sem að ekki drepast sko. Og hér kemur ein ráðgalla sem er svona skilin eftir í lok þessari seríu hún náttúrulega fylgist með hún tengist þarna lítilli stelpu sem er eitthvað veik með jarðabæri húna með jarðabæri húna og faðirinn og sér föður hennar og honum vantar eða hann vantar einhverja peninga og kemur ljós að hann er fyrir aðgerðinni fyrir aðgerð og hann er að taka þátt í leikunum og hann tekur þátt í þessari uppreisn svo er hann síðastur lífi í rauninni og við sjáum hann ekki deyja það er skot sko hann sennilega var hann skotin í hausinn en mjög margir svona online telja að hann sé líklega á lífi og mögulega hafi þetta verið hún sem hafi bjargað hann með við hvernig þeirra tengingar byggðu upp þá er það náttúrulega mjög líklegt en hún er sko hvað frá Norður-Kóreu akkurat og skildi þarna var ekki dóttur sína eftir að vera að leita að dóttur sinni eða eitthvað leiðis og væntanlega er þá fjármagn þá leit með því að fara í bleikan búning og styrta á sér hátalragrím og skjóta fólk mér fannst sko í fyrsta þættinum sko að ég var að byggja upp enn eina einhver kona í krökkum sem að þarf að bjarga einhverjum ættingja eða barni og er að fara á eiginu allir að leika sko nei þá er hún bara snæper sko það var nefnilega, mér fannst það var skemmtilegt svona twist sko ég held líka hún keppandi en svo bara neini, hún bara starfsmaður en tengist hún ekkert sko stelpunni í fyrri seríunni sem var alveg ljóngrim sko barðist alveg, hún bara lifið þarna einna lengst
Frábær spurning rosalega töffari, ég var strax ekkert ákveða að þetta væri systur Einmitt, svipar svona, já báða frá Norður-Kóru Já, það var eitthvað Norður-Kóru já, það er góð spurning Já, mér finnst það bara frábær spurning Mér finnst það geta alveg verið sko. Gæti verið Komast að því að þessu ári Já, einmitt, í sumar Þannig að heilt yfir eru þið bara yfir ykkur Já, ég myndi þetta bara svona auðvitað áttum ekki að vera með eitthvað sko, fyrirframgefnar væntingar að þetta ekki nógu gott sko. En það alveg held ég þessi kæli áhrif sem að þessi bit hefur tala þetta það tátt að framöndu leifa sér að láta fólk bara bíða sko árum saman jafnvel eftir framhaldi en þetta mér finnst alveg bara vera í syngi við það fyrra í rauninni og ekki vera pirra mann með eitthvað bara meira því sama það verið að spinna sögu, hlýðarsögu og já, þetta er bara skemmtilega sko. Þannig að ég bara mjög kátur með að hafa drifið mér þetta þetta hefði farið bara aftast á gláblistan ef það hefði ekki verið kallað eftir þessum þætti Ég hef ekki komið á götuhorni og tröflað þig og beðið þig sérstaklega þetta en sko mér finnst líka að því þú talar hættuna á einhverju endurtekningu og eitthvað svona mér finnst meira að segja sko svona hliðarkarakterarnir sem skipta kannski minna máli vera nógu ferskir einhvern veginn til að kaupa þetta því það hefði verið úkslega auðvelt að detta í þá grefjum við bara að hafa einhvern veginn sömu erketýpurnar af fólki, þú veist, eitthvað stórskuldugt lið sko, en hút með þarna einhvern greinilega fallin sko risa businessmann sem skuldar hann 10 miljardar won eða eitthvað og hann er náttúrulega alveg óþolandi, vill alltaf einn leiki viðbót og Einmitt, og það er annað koncept sem við erum ekki tala við, við erum alltaf að kjósa það stöðugt, rosalegt að horfa á það svo mertuðu sig alltaf, þannig að tryggt að þið færi hópa leikjast á þetta bjóð upp á þessa lýðræðslegu kosningu, að þetta er náttúrulega alveg svona frekar grunlega verserar í mannlegu eðli, við veit alltaf að grækin og vonin að vinna næst sko, hún knýrði áfram, út í rauðandöðan og svo eru þeir alltaf með sko annarkvort the frontmann eða okkar mann Gi-hun sem á einhvern veginn síðasta atkvæði og þetta raðast alltaf frekar svona jafnt og svo náttúrulega er þarna lights out leikurinn eða hvað það heitir þegar það er bara, jæja, nú ætlum við að slökkva ljósinn og þið bara gerið það sem þið gerið og hérna er gaffall hérna er gaffall, í fyrsta sinna ætlum við að láta ykkur öll hafa gaffall engin til en ég er að sammála þessu það er náttúrulega eins og í fyrir sinni það verður að vera fleiri en aðalgægin, við þurfum að investa í persónum sko, ég myndi náttúrulega hatta og hann var eittan í fyrirsinnum minni, maður beigði eftir hann dræpist og hann ætlaði aldrei að drepa bulli, bara vondi kallinn hann var líka svolítið bulli þessari, það var okkar maður en svo er þetta einmitt, þetta er fólk einhvern veginn með ný tvist eða nýja baksögur og hann er transmanniska sem að, hvað er þetta Vogue? hefur Squid Game gone Vogue? það var Vogue helvindina bráð Nei, sem að náttúrulega sko, sekkur sér skuldir til þess að sko, fjármagna kynleiðréttinguna. Hún var ekkert eðlilega nett fannst mér. Þegar hún mætti þarna með reynsluna sína og var bara að plaffa undirkallan niður. Það var geðvikt. Hún ætlaði nú að fórna sig þegar hún þurfti að fara til þess að sækja mannin sem að fekk bara þetta PTSD dæmi og gafst upp hana. Algjörlega skjálfandi. Var hann ekki að ljúga að hafa verið í sjóhernum eða? Er það ekki? Hann er þarna er það ekki niðurst? Er þarna bak við eitthvað vegg sko, bara svona lyfti byssunni fyrir aftur sig og svo bara kallinn sko. Og menn eru bara, spörum skotfærin og hann er bara einmitt það var svona, og hann var með þetta tattoo og svona augljóslega með eitthvað, það var eitthvað dæmi í gangi sko, því hann var kunni þarna leikinn sem bara konur átt að kunna og það var eitthvað óleist tráma þarna sko. Mér fannst ég tengja svo mikið við hann þegar hann var þarna skjálfandi sko, ég sagði bara svona væri ég ef ég væri bara, ég er að fara að deyja þá væri ég bara ég horfði nú ekki einu svona hryllingsmynd ég á ekki að vera hann að leiða mig bara að fara og ég hefði örglega ekki tjónað sko, ég hefði verið hann í leiknum. Þetta var ótrúlega skemmtilegt hvað það var mikið af svona litlum karakterum, maður tengdi mismikið við það eins og þarna kryptógaurinn og óléttastelpan, það svona hreyfði ekkert rosalega mikið við mér sko en eins og þessi mæðgin þarna sem að henda mæðginum inn með púl sko. Og við vissi ekki hvort það eru sko. Mamma, hvað þú að gera þetta? Já, og þegar hann einhvern veginn verður viðskila við hana þarna í hringekjunni og svo er hann alveg miður sín og hún bara neini, þetta er allt í góð, þú bara svona getur gest, þú veist, einhvern veginn í aðstæðum upp á líf og dauða sko, mér finnst þetta mjög svona djúpt en tók ótrúlega stuttan tíma að selja mér þetta sko. Skil ekki hvað er að fara. Algjörlega. En þetta kannski eitthvað svona kóru effekt sko, maður er kannski svo fastur í að þetta hefur verið bandarískt
það er alltaf framhaldsmyndinar, það bara hækka tölustafurinn en þetta er alltaf sama sko, alltaf vera bara endurtaka það sama sko. Hærri stakes bara. Já, eitthvað, fleiri drepnir sko, hryllingnum alltaf bara ógeðslegri morð og fleiri drepnir sko. Þannig að þarna það er ekkert verið að slaka á sköpunar gleðinni sko. Nei, alls ekki og einmitt sko, þeir að diffka karakterana sko, því maður horfir ofta á eitthvað þar sem mann er alveg sama þó einhver sem er búin að vera í 5 þáttum hafi dáið sko, en þarna fæ maður bara fuck, þegar sem við deyja sko. Og það var líka hefur verið styrkleika í þessari þátt og þess slóður svona í gegn, ekki bara út því þetta er geðveikt konsept. Nei, og grottalegt ofbeldi. Heldur líka út því að hver einasta, ekki hver einasta en bara það lagt svo mikið í persónur sko, nokkra persónur. Eins og bara í fyrstu seríunni sem var örugglega sko, grátmomentið hjá flestum sko, þegar hann dó hann Ali sem var plataður hann á með póka fullan af steinum sem hann hélt að væri svona einhverjar marmarakúlur sko, og svo bara kúla í hausinu, maður var bara búin að sjá baksöguna og einhvern veginn hann var búin að bjarga öllum og ótrúlega vinalegur og svo bara búið sko, og maður fekk bara Svo vil líka bara náttúrulega gegnum sneitt í báðum þessu sérum, leikararnir eru náttúrulega bara fáránlega góðir. Það er þess að sé bara allir leikarar í Suður Kóreu sé bara meira minna bara geggjaðir sko. Að þetta er líka náttúrulega maður skilur ekki tungumáli og svona þannig að maður ætti að eiga erfiðara með að tengjast persónum heldur neitt sko. Ég velti fyrir mig hvort það hjálpi samt sko, því ég fór að hugsa ef ég væri að horfa á sömu þætti á ensku eða við tala nú á íslensku sko, samskonar konsept, hvort ég væri að gera meiri kröfur til þess, þetta er nú ekki mjög raunverulegt samtal og tónfallið í röddinni myndi ekki vera svona ef þú er í lífshættu sko. Og maður myndi líka kannski mögulega tegja svo oftar í síman ef maður þyrfti ekki að maður getur bara hlusta á textanum sko, heilt yfir svona í strángast skilningi þá fannst mér fyrsta seria sterkari, bara út af það sem hún var það er náttúrulega fyrsta seria það er líka sjokkeffektin og önnur serian er náttúrulega bara bundin við það að þurfa að halda áfram með söguna og svarinu og kannski veit ekki þessi Ji-Hoon saga og aðal sagan hversu spennandi hún er með við sögurnar sko, hjá einstaklingunum og keppendunum sko. Já, hvort það hefði frekar átt að gefa einhverjum öðrum sviði Nei, ég veit ekki hvort það hefði getað gert eitthvað öðru þetta er bara seria 2, þú er að halda áfram söguna snýst líka leikana þannig að ég veit ekki, ég held að þetta hafi eiginlega verið eins vel gert og hægt var sko. Já, sérstaklega því að sko vinsældirnar komu náttúrulega algjörlega óvart sko, það var ekkert búið að plana þetta áfram þannig að það var að byrja og að spinna bara, fuck, við vorum að prjóna við þetta Akkurat, og gaman að minnast á það að þessar vinsaldir, þessi maður var búin að ganga með þessa hugmynd í ykkur 15 ár og var búin að reyna við öll stúdíó í Suður Kóreu J.K. Rowling þetta í Suður Kóreu algjörlega, hann var búin að reyna við hann er með transmanneski í sín það er kannski munurinn hann var búin að reyna við stúdíó sko, í Suður Kóreu, í Bandaríkjunum og hann var búin að reyna við allt þanglega Netflix bara heyri, ok, og hann fekk ekki einu svona mikið budget sko, í sko skilningi Netflix, hann fekk eitthvað ég man ekki hvað það var það sást ekki á fyrstu seríu sko. Nei, einmitt, þú skipti eiginlega engu máli þegar snýst bara persónuna sko. Þetta er algjörð svona, þetta er success story sem maður segir. Á kannski eitt sko að þú talar einhvern veginn að þetta er svona framhald af fyrstu og þau eru bundnir af því sem gerist náttúrulega þar finnst samt stundum eins og okkar maður svona mótífin hann sé eitthvað pínu svona laus á því, eða skilur þau svona hann eitthvað svona, settu mig aftur í leikana og maður er strax að horfa á þetta og maður er bara er það í alvörunni góð hugmynd? Er þetta einhvern veginn, ertu strax komin þangað að því þú veist hvernig fólk þetta er sem að sér við öllu og þú ert bara, já, ég með GPS í tönninni þetta lítur að vera alltaf læg maður er svona, ok, þú ert greinlega aðeins að láta hefndargirnin að hlaupa með því í gönur líka sko. En líka kannski að því að hann var ekki droslega klár hann var svona hálfgerður bjáni í byrjunni á fyrstu sér sko. sem var svo skemmtilegt í fyrstu en þetta sjóast menn og hann lærir að reynslun alltaf en þetta lítur svona grunnurinn er kannski ennþá ekki droslega sjarp sko. Þetta er kannski frekar einhver réttlátt reiði heldur en eitthvað útpælt plan Já, samt náttúrulega búið að kjánlegt eitthvað snúa baki við syni sínum sko, barninu sínu og eitthvað að því að hvað meina, má hann ekki, hvað þeir ætla greinlega ekki að drepa hann bara til að drepa hann sko. Hann vann, þeir eru greinlega heiðusmenn sem að halda þessi leika Þannig að þú veist að einhvern veginn láta sig hverfa sko að því að hvað, barnið er ekki neinni hættu sko, ekki af þessum gæjum allavega. Þetta er mjög áhugur punktur. Svo er náttúrulega þannig að fólk er sammála okkur sko, þú veist með þetta, skrýta hann svona, ég vil komast aftur inn einhvern veginn. En er hann ekki bara, þú veist, haldinn þessum sama Þorsta og gæjin sem að fekk hann í
þessum leikja þorsta, þessum odds þorsta. Já, svo kannski kemur bara á daginn í lok þrísir, þetta hann bara ennþá bara spilafíkil og bara vildi bara komast og taka annan pott. Og kemur ekki bara daginn, og þetta vinsælasta kenningan á netinu, kemur ekki bara daginn að þeir vilja bara fá hann til að taka við sem the first man. Já, það getur verið Frontman, þetta sé bara eitthvað svona Breaking Bad dæmi, I liked it, I was good at it. Já, bara það augljóst, þessi maður elskar þess að leika, Já. Hann verður að leiða þetta, Já, mögulega. Þess vegna fer nummer 1 í leikana til þess að líka kynnast honum betur og svo framvegis. Svo hann kannski bara núna, dreipið innans, besta innans fyrir framan hann, sjáum hvað hann gerir, svo tekur hann við mér. En sko, talandi það, kannski, að því bæði sko bara hvað fannst ykkur endan á þessar seríu og ákvörðuna að enda þarna. Þú veist, það hefði alveg verið hægt að leysa svona vandamálið sem var búið að skapast þarna í síðasta þættinum og segja síðan, heyrðu, svo kemur önnur sería eftir nokkra mánuð, en maður einhvern veginn alveg í lausu lofti. Nú fannst ykkur þetta ekkert pirrandi. Býtu, hvað var þarna með uppreisna? Já, ég meina, hún eða sko setna, fyrr eða setna, en þannig einhvern veginn, þetta svona smá Sopranos stoppaði meðri setningu dæmi, sko, eða þú veist, svona bara, hvað kemur núna? Þú veist, hann einhvern veginn í haldi, veriðist vera búin að tapa, en það samt, mér fannst einhvern veginn ekki alveg vera komið slaufa á þetta. Verður hún ekki bara drösla aftur inn í leikinn og nú höldum við áfram, nú er allir þessi döður og áframgagn, næsti leikur. Það er svo mikið antiklæmaks. Ég veit ekki. Ég hugsa bara strax segir þið þannig. Já, en ég veit ekki, ég er náttúrulega bara búin að halda einhvern með nokkur fyrir sem ég bara þól ekki cliffhangeri lengur, sko. Nei. Líka þegar maður veit aldrei hvort að framhaldi skili sér, hvenær skilir það sér, sko. En fannst þér þetta að vera cliffhangeri? Fannst þér þetta að vera... Nei, ég meina, ég eins og segir, ég vilja fá einhverja slaufu. Ekki bara hætta í miðjukafi. Ég meina því það er búið að fara að sækja þessi skotfæri frammi og það er ennþá einhvern veginn eitthvað að liði þarna og sveimi og hvað svo? Þú veist, er búið að brjóta allt á bak aftur, eða skilur við? Þetta kannski er ekki bara eitthvað svona baktryggingum upp á áhörundu skili sér öruglega strax aftur bara í Og núna fær hann alltaf þriða sér hann verður bara þannig að það verður öruglega 9 þættir og 7 af 9 vera bara leikarnir. Já, og líka náttúrulega kannski það gengur ekki. Alveg 100%. Kannski náttúrulega því að þetta er ekki að vera 2, 3, 4 bið, sko, þá kannski má einhvern veginn réttlæta þetta frekar, en eins og ég segi, mér finnst þetta orðið bara, cliffhanger eins og voru þetta í Dallas og þessu þetta vera bara börn síns tíma, sko. Já. Og svo náttúrulega bara, þú veist, það getur enginn púla svona mindfuck eins og í Sopranosnum bara David Chase og bara einu sinni á 50 ára fresti gerir eitthvað svona, sko. Það er eins og Sopranos enduð, sko. Já. Það var náttúrulega endað, það var ekki það var ekkert að koma meira, sko. Nei, ég veldi þessum endað svona ekki þannig fyrir mig, ég var bara svona, já, og nú tapar hann og nú verður hún dröslað inn og hann heldur áfram að þjást í seríu 3. Já, en ef að sería 3 verður bara einmitt eins og þú segir, bara 9 þættir og 7 af þeim verður einhverju leikir áfram, sko. Mér finnst það líklegt. Mér finnst það er of mikið óleist líka til að þeir þurfa að gefa sér svolítið tíma í, þú veist, að klára þetta með kaftininn og lögguna og bróður hans og náttúrulega aðalmálið, þú veist, að frontmannin var þarna inn í leikunum og eitthvað svona. En, þú veist, á bara að láta hann fara að sippa eitthvað í fyrsta þætti í 3. Er það ekki? Sippa með eitthvað sprengjubelti? Það er líka ég veit það ekki. Þetta er líka svolítið á skjön náttúrulega við, sko, Netflix og kröfunum að það er yfirleitt alltaf að teygja lópan til að ná upp í 10 þætti eða eitthvað svona, sko. Þú veist, þarna er bara pláss fyrir bara 3 þætti viðbót upp á legit seríu, sko. Þetta er 7 þættir. Já, einmitt, þetta er... Já, það er frábær punktur líka. En þess vegna gruna mig að því Netflix lengjadæmi, þetta verður svona bara, nú verður bara leikarnir bara fáranlega mikið púður í leikana og svo bara svona, já, heyrðu, og sagan hérna og geimastinn og serien er búin og Squid Game búið. Já, búa til eitthvað sem verður trending á TikTok eins og þarna ringi ekki lagið núna og eitthvað svona, þú veist. Það þarf að selja leikfeng líka. Auðvitað er það trending á TikTok, auðvitað. En já, þetta er bara, ég er sammáleikur og gaman líka hvað maður getur talað um þetta andlaust, þannig að maður dæti 50 mínútur og alls konar svona kenningar um þetta og þú veist, hvort það er Game Master eða þannig. Nóga kenningum á vangaveltum greinlega. Varstu búin að tæma kenningabankan svona áður að tölvaðin verður ramast? Já, það er að fara að finna þar upp inn á staðnum. Nei, ég held að það hafi ekki verið neitt meira sem þetta allt í hug, sko, allána. En þetta orðið ærið svo sem? Já, þetta er. En eru þið spenntir, þú veist, eins og fyrir hana lögreglumannum og bróður hans, frontman, þú veist, ég er svona lúmskur, svona lukewarm með þennan söður á. Já, jú, ég náttúrulega ekki bilast eða fara svo spennu, en ég er náttúrulega þóleiki svona loose ends og ég vil fá þetta
samband bræðrana gert upp sko, endanlega sko. Jú, var ekki ein kenningin að hann, eða var það kannski bara, kom það kannski bara fram í þáttinu, nú var ég bara viðkynna að það eru 2 vikur síðan ég kláraði þetta sko, að frontmaðurinn væri og löggan væru synir þarna aðal meistarans gamla. Þetta er frábært þá minnst að það. Jú, út af því að þeir náttúrulega báðu minnast að gamla kallin minnist fyrir seríu 1, svona minn drekkur ekki mjólk. Núna segir nummer 1 í þessari seríu, ég drekk ekki mjólk. Þetta var mjög svona einmitt. Það væri skrítið að skrifa þetta inn á báðum stöðum og það ætlar ekki að gera neitt og nefnum þú sérst einmitt að notfæra svona menn eins og okkur sem að gera lengra podcast í kjálfarið sko. Þá erum við bara komin á Shakespeareist level bara grískan harmleik. Nei, algjörlega, þetta er bara frábært punktur, ég held að einmitt að þetta hafi ekki verið af tilvílun sett inn sko, þetta mjólku komið. Nei, ég læri það nú ykkur kvikmyndafræði kúrseldi að það er ekkert fyrir tilvílun í einum einasta ramma í kvikmynd sko. Það er náttúrulega alveg sama hvort það sé einhver hlutur eða hvað sko, á alltaf vera for a reason. Einmitt, nákvæmlega. Þetta er fálega skemmtilegt, það er líka gaman að þegar maður horfir mjög mikið náttúrulega á bandarist sjónvarpsefni. Þú veist, evrópst. Maður horfir ekkert mjög oft á suðurkórst. En talandi það, bandaríkjumennum tókst náttúrulega að gera þetta einhvern veginn úrkynnið og ógislegt með þarna þessum raunverulega þætti sem gerði ég var aðeins verið að horfa á hann, hefur séð hann? Þetta er nú eitthvað smá, þetta er nú meira skrattans bullið, bara sorry. Þeir eru saman með alvöru ondikalla það eru bara alvöru bullis í þessum þætti, bara alveg eins og í hérna. En þú veist, einhvern veginn, af því að ég minna, þú veist, bara í kjarnanum þá er þetta náttúrulega einhver ádeila á einhvern kapitalisma og það er þetta að fara hversu djúpt í það sem þú vilt sko og þá kemur einhver stúdíó exec hjá Netflix eitthvað, en ef við gerum svona raunveruleika þátt sem fólk getur unnið $45 milljónir og maður er bara come on, þú veist leave it, skilur við og Netflix fólki að telja peningana bara góð mynd orðið eru fullt af fólki á þetta sko. Já, Oddur er ekki einn á Love Island sko. Það er að koma ándjús Love Island Allstars, byrjað ekki ég hef ekki séð þetta og ég er náttúrulega frekar forðast raunveruleika þetta nema þar Oddur segir mér að ég þurfi að kíkja á eitthvað en eins og ég hjálpaðist þess að fara að horfa aftur á fyrstu seríuna þá var ég næstu búin að setja þetta og ég hefði mögulega getað að horta á þetta alltaf ég nefnilega held á hann og hefði óvart þetta raunveruleika sko, er þetta eitthvað rólegt bara næstu komin í Game of Thrones eða eitthvað bara en það er svona ímsið nýja leiki náttúrulega í þessum raunveruleika þeir fara í battleships þarna og eitthvað svona Já, gott og vel Oddur. En þú veist samt alveg hvað ég meina þetta er svona slepjulegt og skrítið einhvern veginn að þvæla þessu saman en ég meina, if it makes money, it makes sense það er það sem þetta fólk líður eftir það sem mér þótti merkilegast er að það eru psykopatar í þessum raunveruleikahætti sem eru bara eins og psykopatarnir í leiknaðum heldur það gæti verið að því að þetta eru svona kannski ekki alveg raunverulega þettir alveg paters ég heldur að það er bara valið vel völdur rétt af fólki svo ígir fólk þetta svona þú veist eitthvað á að lippast niður þegar þetta dettur út það var bara eitt gaur sem hótaði öðrum gæði bara barsmiðum og hótaði einhvern veginn að drepa hann og þetta var alveg bara psykodæmi sko. En er þetta ekki bara, þú veist, þetta gæti alveg bara heita Survivor eða eitthvað Já, en þeir eru með brandið Já, sækja Squid Game tengingu smetla því á, þannig er fólk að fara yfir glerbrúna og svo látið detta niður og eitthvað svona, sko okay. Ég er ekki komið það langt, sko Glerbrún, og ég bara En ætlar að fara lengra, Oddur? Þú ætlar að klára þetta? Með, sko, ég er nefnilega svona einmitt, þetta er frábær spurning Ég er bara verið að setja þetta á bara svona, þú veist þegar ég kannski að gera eitthvað annað og bara eitthvað, þú veist, þið vitið, þegar maður setur eitthvað á bara í sjónvarpinu, það er að setja á, þú veist þetta verður ekki haldið mér, sko Já, þeir eru að horfa á Marvel í iPadinu Já, þegar ég er að horfa á Godfather 1 í iPhone-num Subway Service í símunum Nei, það er bara svo miklu betri raunveruleika þetta, sko Love Island, Allstars var að byrja eins og við vorum að tala um Traitors UK var að byrja, Traitors US er leðinni það sem eru bara allar raunveruleika stjórnir að taka En talandi þetta að við horfum svo mikið á ensku mælandi efni það er einhverjir þættir á Netflix held ég örgulega man ekki hvað heita og ég held að þetta væru breski krimar ég er alltaf að lita breski krimar en ég bara horfa þetta þá var þetta sænst eitthvað byggt á einhverju sannsöglu einhver brjálæðingur sem stakk lítinn strák og fullorðna konu Hvað heit það eftir? Ég manna ekki, eitthvað bla þetta er svona og ég meina ég byrjar á þessu og bara, ég bara vonbriðin að þetta var ekki bresku krimi voru tölver en ég klára þetta er alveg áhuga sko. Þú ert ekki í norrænu
Jú, Þáttum. en sko breskir krimmar, þetta bara fík sko, og ég vil alltaf fá reglulegt fix. Tóti, sorry Já, Day of the Jackal já, Ég var að klára það ekki 10 þættir já, Búin að sjá þetta, veistu þetta Nei, Eddie Redmayne og Lashana Lynch já, 007 úr No Time to Die. Þetta eru geðu ekki þetta maður Hann leikur þetta er byggt á gölu Ég myndinu og ætlaði bókinu ég ætlaði einmitt að nefna þetta núna. Er þetta sérþáttur það? Nei, já, ég veit það ekki, jú, en ég ætlaði bara að nefna þetta því að þið eru tveir sko, hvort þú ætlum að reyna að hafa eitthvað svona stöðvar 2 þema sko, af því að stöð 2 er að sína þetta. Stöð 2 sína þetta, já, fyrstu 2 þarna konar á Stöð 2 Plus ég er ekki að grínast, ég mæli ekkit eðlilega mikið með þessu sko. Ég var að mælti með þessu fyrir nokkrum vikum Ég man eftir því. þáttum og Ég man eftir því. ég man ekki hvort þú var Tómas eitthvað, ég sagði þið munum náttúrulega eftir bókin eftir Fredrik Forsyth, The Day of the Jackal og það voru bara 2 spurningamerki sem góndu hérna á mig sko. Já, ég bara, já Nei, þetta er svona þetta er náttúrulega bara einhverju algjör bara geggjaður snæpur og bara flinkasti leigumorðingi ever sko. Og í gamlu bókinni þá var hann fengið til að drepa De Gaulle Já. og Fredrik Forsyth var blaðamaður og allar bækurnar svona framræðan voru þannig að þær áttu það mikla stóðir raunveruleikanum var gátt alveg það var alltaf að reyna að drepa De Gaulle sko. Já. Og einhvern veginn var sendi franska löggan eða leinston einhverja af sínum bestu mönnum til Bandaríkjanna þeir átt að læra hvernig að venda halda Forsythum á lífi þeir voru fljótir að pakka saman og fór heim og svo við getum ekki lært af þessum Kennedy var svo drepið rétt á eftir sko. Menna De Gaulle bara, þú veist, hann bara neitaði bara að dotsa sko, svo Trump bara Neita Nei, þetta er en það er náttúrulega helviti gömul bók og gömul saga og svo var þetta endurgert The Jackal, það var Bruce Willis var 97 og Richard Gere var eldstastöðan, það var glata en gamla myndin með Edward Fox er náttúrulega snill sko, og þessi þættir eru náttúrulega bara gert fyrir nýja tíma, þannig að það er rosalega lítið þetta er ekki sem sagt byggt þetta er ekki bókin sko og ekki sagan en það sem spilaði breyta náttúrulega svona ýmsu helling sko en svo taka er svona litla nöggetta úr bókinu og gamlu myndinu til þess að svona gleðja fanservice gaurana eins og mig sko en serið 2-leiðinni já það er búið að samþykja hana þetta er ekki fegin, veistu þetta jú, og það áskriftasímin er 18-17 og það er hægt að fara á stöð 2.is líka Sjakalinn náttúrulega lifði ekki af sko bókina eða gamlu myndina löggan hafði betur einmitt, akkurat en við segjum ekki meir nei, þeir hafa verið strax bara þeir hafa séð fyrir sér bara þetta er hitt sko sem það er svona James Bond feelingur í þessum rosalega, þemalægið kynningalagið bara gæti verið Adele sko já og svo náttúrulega er hún Lashana Lynch bara kemur bara beint úr No Time to Die þar sem James hún tók við 007 tölunni hjá honum Daniel Craig og heldur bara áfram að leika í svona típur sko. crazy dæmi, veistu, ertu að horfa eitthvað í daga? Ertu kannski að býða? Ég er ekki að horfa á neitt ég let bara Squid Game duga í bili ég prófaði að spila Squid Game Fortnite daginn Wow. það var ágætt það er einmitt byggir ekki Fortnite á Battle Royale módelinu það er búið að gera sér Squid Game Fortnite svona game mode það var gríðarlega skemmtilegt þriðdagskvöld sem fór í það Aldrei vekja mig sko. Viltu spyrja mig hvort ég sé að byggja eftir eitthvað að horfa á eitthvað? Er það að horfa á eitthvað? Er ekki dag 50 dagurinn 16. Janúar Já, Law and Order SVU er að byrja aftur eftir hiatus Wow, í daga? Já, alltaf 50 Heyrðu, Oliver Benson alltaf 50 Bæði á litla frænka mín, ámæli, 4 ára og móðu mín, heitinn hefði verið 67 ára í dag Já, stór dag Stór dagur, fallett 16. Já, 16. jan Merkistagur Já, heldur betur Það er náttúrulega sko, Law and Order kemur ekki alltaf 16. jan sko, þetta hittir svona skemmtilega á bara gleði efni Já, heyrðu og svo hvað, við erum hérna sem sagt, klukkan nú bara ekki orðin 5:30 á 50 degi, en við erum svona snemma á ferðinni því að það er eitthvað handboltaleikur Það er handboltaleikur sem við ætlum að fylgjast með og þið ætlum að horfa á hann í sjónvarpi eða hvað? Við ætlum að horfa á hann Ég vissi reyndar ekki að það væri út af þessu sem við værum að taka upp klukkan 4 sko, Nei, það vissi enginn nema ég Nú, ég held að þú væri sko, það var þetta Oddur Þú eitthvað Ég vissi ekki eins og að það væri eitthvað handbolt í gangi sko. En við Oddur höfum greinilega að fara að horfa saman á handbolta Já, alveg 100% sko. Ég er enda loðar með einhver fólki en þú ert velkomin þangað, víst Já, ég heyri það Og hvaða lið eru þetta? Þarna er Ísland og hvað, Grænhöfða er sem er að gefa Horfir spyrjandi auðvitað Ég er að vona að þú myndir að draga með landið hérna sko. Kunna Grænhöfða er eitthvað í handbolta? Nei Þannig að þetta er svona unnin leikur fyrir Já, mjög skemmtilegt Ég er náttúrulega mjög stoltur af því að ég get ekki nefnt einn einasta íslenskan landhelgismann í handbolta með nafni og ekki þjálfaran heldur
Ekki Guðjón Val eða? Hver er það? Hann er reyndar hægt að spila Já. Ég man þetta Kristján Arasi það? Þorgils Óttar Mattísen En Óla Steff Já, ég meina hver getur glemt Ilmolíu konginum það er hann Reykjameistari Logi Geirs Logi Geirs, halló Fúsi? Fúsi Logi Geirs, það er svo sem að bjóð til gelið í hárið hann og Björgvin Páll voru þeir ekki saman Jú Já, ok, ég veit einmitt En við erum hérna á Hafnartorgi hjá Rekus Já, heyrðu, talaðu það Frábæra þjónustu sem við mælum með Við ætlum að fara að byrja á að segja frá því í byrjun Já, ég var með þetta allt tilbúið en Google Docs er ekki að opnast en vill svo skemmtilegt til svo höldum okkur stay on theme að Tommi okkar í Rekus er bara á ykkar vísi.is bara í dag að tala um þetta og segja frá hvernig hybrid working virkar sem er náttúrulega svona einn hugmyndafræðileg grunnurinn að þessum svona opnu frjálsu skrifstofum sem að Rekus leigir út Þetta er ekkert eðla sniðt í 127 löndum Frábær þjónusta einmitt í fullt af löndum hérna ógeðslega gott kaffi frábært vatn Já, bara skrifstofur af öllum stærðum og gerðum stórfyrirtæki geta hlamma sér inn ef þau eru í húsnæði og einirkjar sko. eða hlaðvarparar sko. hlaðvarstjörnur Já, við kannski aukaðir á einnig annað þátt á næstunni en við Oddur fórum í bíó í hátíðum daginn og þar var tekið á mót okkur með því að kalla upp að podcast kongarnir að vera mættir podcast kings og svo hvað kallaði hann okkur svo kallaði hann okkur hérna hvað heitir stærsta hlaðastjarna í heimi Joe Rogan hvað segja Joe and Rogan nei, hvað segja Joe og Rogan finnast það því þetta er orðið rosalegt sko Oddur var að segja mér frá því vinnin í dag hann er bara farin að vesla á nóttunni og einhvern veginn hætti sér ekki út úr húsinu ég get ekki það er bara eins og þessi komið COVID hjá hann ég er að banda fólk það er út af vængjónum ég er enda lendi alveg áreiti á kaldabar daginn, sko. Það var einhver miðaldra maður vængjökurinn og ég fyrstalega já svo þegar hann var búin að gera þetta í svona 7. skiptið eða eitthvað ég sverða 7. skiptið þá er hann bara hvað þarf ég að byrja að drekka aftur og koma með þér á barinn Já, þú hefði bara in your prime sko. Ég hef lendið í að fá sko, þetta líka nema það var bara á just winging it og það er bara því ég er mjög duglegur að versla þú getur bara prísaði sæla sko. Where everybody knows your name Þetta er svolítið þannig sko. Nákvæmlega Við þyrftum eiginlega að fara í samstaf með just winging it sko. Já, þú verður að kanna það en þú verður greinlega að fara að vinna í attitúdinu og ætlar að vera svona frægur sko. Já, ég verður bara að taka því kennslustund ég er svo fráhrindandi Já, ég þarf að vera með stæla minni Nei, þetta er bara meira að vera bein í árunni sko. Ég er svo fráhrindandi til dæmis að mér er aldrei boðið að smakka neitt í búðum og svona, sko. Það er svona básar í Costco og fólk viltu smakka nýja jógúrti eða eitthvað aldrei í 30 ár hefur enginn nokkuð tíma boðið mér að smakka Er það ekki líka Tóti Leddarinn og öll merkin sem með á hermannajakkaninu það er bara auknar á því og bara Bissan sem hann alltaf með búðið líka Kæmi ekkert over, þú myndir lappið með bissu Tóti Nei Þú veist þú ekki í neinum tilgangis Ég minn áttur Hvernig var, þegar ég var á Sé og Heyr Þetta er saga sem þið fá ekki að heyra og sjá í þættinum og stötu því að það var ekki talað um þar 1817, stötu.is En þá þegar ég var að vinna með Eiríki Jónsson og Önnu Grytu vinkonum minni og Sé og Heyr þá var eitthvað að tala um byssur og eitthvað hvort það væri óhætt að láta mig fá byssu og Anna Gryta sagði nei, Tóti má ekki fá byssu, hann myndi skjóta alla og Eiríki Jónsson eða sjálfan sig Þannig að ég er ekki með byssuleif Nei Það er gott að þetta. Erum við ekki bara góður eða? 1 klukkutími 3 mínútur? Jú, 4 mínútur? Jú, við erum alveg góðir í 40 mínútur viðbót sko, en erum alveg Ertu að drífa þig eitthvað? Nei, alls ekki Hvernig er flötið til leiks? Ég hef bara komast heim til þess að upplota þessum þætti hann á stefnumót við hlustendur Þeir eru ennþá treyst fyrir þáttunum bara við skulum allavega vona að þessi þáttur sé að hasla sér völl á minniskortinu bara einmitt, svo að komið framvegslinn þá gerði ég ekkert öðru þetta er plug and play, þú sér þessa græjur ég á ekki að gera nema 1 og 1 takka Nei, ég trúi alveg sko. Ég bara velti þessu upp svona. Ég er svolítið sár þegar að tala um þetta sko. Já, ok, við skulum bara segja þetta gott og vonum bara íslenska landslið hísibúsi brækurnar á móti grænhöfðegjum þeir eru eftir að keppa fyrsta leik en samt, en já, ég er sammálaður Já, ég meina þeir þurfa að hísa brækundum bara síðan síðast og hvetjum hlustinu til að bæta sig við á Toffólki á Facebook,
halda áfram að fylgjast með okkur. Og hann var það baku eirað að við verðum hér aftur að viku liðinni, sem að við erum mættir á 50 dögum. Wow. Kannski óvinni snemma í dag því að það er handbolti. Vésteinn, takk fyrir komuna. Já, takk fyrir mig og þættina sem að þið voru að tala um er hægt að finna á stöð2.is eða 1817, áskriftin er þar. Nefnilega.